Andrea, velkomin. Takk. Herru, byrjum fyrst að þú byrjar fyrsta sinn með meistaraflokki Þór Káa á móti Blikum síðast. Svo ef við förum bara yfir framistöðu í þeim leik, varstu svona ánægð með þína frumraun? Já, ég held það bara. Ég fannst ég bara geta hjálpa liðinu aðeins og með við fyrsta leik þá held ég að ég hef bara staðið mig vel. Ef við snúum okkur bara næsta leik, það eru Íslandsmeistarar Stjörnunar. Hvernig svona leggst sá leikur í því? Bara mjög vel. Við þurfum bara að vera vel undirbúnar og tilbúnar að takast á alvöru baráttu. Og eins og segir svona, þetta verður erfiður leikur, en hvað svona telur þú að þið stelpur þurfa að gera til þess að ná góðum úrslitum? Bara vera rólegar og spila boltanum og vera ekkert stressaðar, bara yfirvegaðar og bara ákveðnar. Þú náttúrulega að taka all stíðin sem í boði er? Já, þetta. Andra, takk fyrir það. Jóhann, velkomin. Við erum staddið hérna á gervigrasinu á Akureyri, sem því væntanlega bara eitt, Stjarnan á morgun. Hvernig svona leggst það verkefni í? Já, bara vel. Já, við ákvaðum að fá aðeins plast undir skóna aftur og hérna undirbúa okkur fyrir gervigrasið þar. Leikurinn leggst vel í mig, en kannski svona veðurspáin aðeins minna. Þannig að ég veit ekki hvort að við þurfum að fara að með okkur reglífar og svona, en sundföt jafnvel, það getur verið. Nei, þetta leggst bara vel í mig. Það er alltaf gaman að mæta Stjörnunni maður. Þetta er alveg gaman að mæta svona toppliði sem er hérna svona vel mannað og vel rútínir eins og Stjarnan. Það er bara rétt, skutum yfir hópinn okkar að það fóru hana 3 mittar út af ekki Blikum. Hvernig er svona staðan yfir heild á hópinn? Staðan í sjálfur sér ekkert mjög ólík kannski bara á fyrir síðasta leik. Það er svona nudd og svona smá svona, já, kuskið mannaslagið, en meiðslin eru bara þannig að hérna, þær eru nokkrar að glíma við leiðinda meiðsli og ökla meiðsli eins og Arna Sif og hérna, hún svo sem nú vön því greið, en hún hleypur þetta yfir þetta að sér sem er nú kannski svona alveg takmarkað skynsamlegt af okkur en hérna, það er oft svoleiðis með líki leikmenn að þeir verða býta á báða jaxlarna, en Lillý, það er nú svona, það er nú ekki gott útlitið með hana og ég rekna ekki með að við ýtum henni og hrattast að. Hún hefur ekkert náð að æfa og fær aðeins að prófa í dag og hérna, þannig að við sennilega er hún náttúrulega bara að halda áfram í sinni endurhæfingu. Katla fekk slemmt högg þarna síðast og gat ekki haldið áfram. Hún hefur nú svona æft eitthvað en er ekki alveg 100%, þannig að það er svona það helsta kannski. Þannig að Helena náttúrulega fekk hérna slæmt högg eða þannig og hérna fekk vægan heilasýsting, þannig að við höfum þurft að fara voðalega varlega með hana. Keila tæp líka, en á leikdegi þá eru flestir klárir hjá okkur. Þannig að við höfum verið að skoða Stjörnuna. Þetta lið er mjög svona massíft sýnismann og bara verður andstæðingur. Sko, Stjarnan er toppliðið í dag og hérna, þær eiga það skilið. Það er náttúrulega eins og þið hafið séð þegar þið verið að skoða þetta. Það voru breytingar hjá þeim, bæði í leikmannahópnum og svo náttúrulega á þjálfaranum og þær fóru kannski svona rólega af stað en hérna eðlilega. Nýr þjálfari kemur bara með sínar hugmyndir og er að byggja nýtt lið. Fengu tvær hérna rosalega sterkar frá hérna útlöndum og þær hafa hjálpað þeim rosalega mikið og liðið er farið að malla svona leiðilega kunnulega hjá þeim, þannig að það er mjög erfitt að brjóta svona lið á bak aftur og það eru mjög fá lið sem gera það þegar þetta fer að malla, sko. Það er svo sem ekkert útilokað í þessu? Það er náttúrulega bara, það byrjar allt á jöfnu þegar að flauta til leiks og hérna við erum, þó að ég sé að gaspra hér einhver smávæli meiðsli hjá okkur og eitthvað flott lið hjá þeim í Garðabænum, þá náttúrulega breytir það engu hvernig leikurinn á morgun fer. Það er bara, við höfum nákvæmlega jafn mikla möguleika þær á að vinna leikinn þegar þetta byrjar. Þannig að við erum náttúrulega bara komið með kassan út í þennan leik eins og alla aðra og hérna höfum fulla trú á orkunni, hæfileikunum og kraftinu sem er í okkar liði, sko. Já, takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir.